One more cup of syrup syngur Young the Giant. Þetta tónlistarmaður sem ég þekki ekki og viðurkenni það hér og með. En það, ég búin í röddil eftir að vera að æfa mig. En það F9 blöð sem heilsar ykkur á þessum miðvikudegi og það miðvikudagur það þýðir aðeins eitt. Pétur Jóhann Sigfússon mættur í stúdíu, verður velkominn. Já, þakka kærlega fyrir það, góðan blessaðan daginn. Hvernig hefur það? Ég hef það gott en þú? Ég hef það alveg spikfínt. Það ekki? Jú, enda ekkert annað í boði og engin ástæða til. Nei, það var endur erfitt að komast í vinnuna í dag. Það ekki besta færið í heimi. Nei, hún hefur oft verið betri. Já. En við látum það ekki á okkur frá. Nei, við erum mættir hérna, grjótharðir og erum með spikfeitan þáttandi ykkur í dag. Það bara þannig. Hann stútfullur. Já, hann stútfullur. Það nýr dagskrárliður sem að mun líta dagsins ljós. Já. Og hann heitir Hverjir verða hvar? Já, einmitt. Það svo mikilvægt að fólk viti hvar fræga fólki ætlar að vera helgina. Já, það ekkert gaman að lesa hverjir voru hvar því að þá mistur af því. Hvað á maður að gera við það? Já, hvað á maður að gera með hverjir voru hvar? Þú ert orðin allt og seinna því að þú varst ekki þar. Já. En ef þú hins vegar heyrir hverjir verða hvar, þá getur þú mætt á staðinn og hitt þessa menn. Já, skipulagt fram í tíman. Já. Og hérna allt miklu skemmtilegra við þetta. Já, þannig að það nýr dagskrárliður hjá okkur. Karaoke-keppnin okkar heldur áfram. Pétur Jóhann Sigfússon hefur unnið síðustu 2 vikur en ég þarf að reyna að breyta því í dag. Já, og ætlar að reyna það gangi vel í því kallinn minn. Já, það er reynda að breyta reglur hjá okkur. Við þurftum að semja íslenskan texta en núna fengum við að velja lögin sjálfur. Já, og fengum við að velja lögin sjálfur og höfum ekki heyrt lög hvers annars. Ég veit ekki hvað þú syngur og þú veist ekki hvað ég syng. Nei, þannig að það verður spennandi slíkt að spá. Nú, svo verður náttúrulega föstu punktarnir á sínum stað, slúðurfréttirnar, íþróttafréttir, fréttir af veðri, hvað er að gerast í tímamálum, þar að segja hvað er klukkan. Já. Við höldum ykkur alveg gjörsamlega við stöðuna límda vegna þess að ef þú ætlar að fylgjast með tíma þá er þetta rétta stöðun til að vera stiltur á. Hvað er klukkan, Pétur? Hún, akkurat núna, í þessum tölu orðum við 4 mínútur yfir 4. Takk fyrir það. Það er bara ekki vandamálið. Það er kannski einhver að keyra í bílnum sinni núna, bílu klukkan í bílnum. Bílu klukkan. Hann búinn að vera að hugsa, hvað er fjandansklukkan? Hvað er fjandansklukkan? Já, og nú veit hann, 4 mínútur yfir 4. 4 mínútur yfir 4 og þú orðin á seinna eitthvað sem áttir að vera mættu 4 drífu þig. Já, og frakkar eru komnir yfir 19-18, þetta er alveg ótrúlegt, ég veit ekki hvort að frakkar hafa skorað 3 staða körfu eða hvað, því að síðast þegar ég leit á skjáinn þá voru Íslendingar 5 mörkum yfir. En þetta er enda leikur sem að flestum er drullu samum því að bæði liðin eru úr leik. Þetta er svo að horfa á einhvern æfingaleik bara á Eurosport þannig séð. En að sjálfsögðu vonum við að Íslendingarnir vinni þennan leik. Maður vonar það. Já. Inni, sko. En það er ekkert þessi stressfyrringur í manni, sko. Nei, við erum ekkert alveg að farast yfir þessu leik. Nei. En viltu lýsa honum aðeins fyrir hlustendum? Við erum með hann hérna á sjónvarpinu. Já. Takk fyrir íslenska sókn. Já, íslenska liðið leggur á stað í sókn og fullskipan lið í báðum liðum. Og við sjáum að Guðjón Valur er eitthvað að spjalla við hann Aron Kristjánsson er ekki þarna. Skiptir ekki máli. Guðjón hleypur eitthvað. Hvað ætlaði að gera? Þetta er Aron Pálmarsson, hann lyft, nei! Já, þetta er flott mark hér. Rúnar Þór Gunnarsson. Nei, Guðjón Valur Sigurðsson á línunni. Hvað var hann að gera þar? Þetta var flott fletta sem að frakkarnir sá ekki, áttu enga. Ekkert svar við þessu. Nei, 19-19, þannig að það er jafnt hjá Íslendingum á frökkum. 19-19 hér. En já, eins og áður komið fram, það er stútfullu þáttur í okkur Pétri, þannig að við eigum eftir að halda ykkur límd við útvarpstækin. En við ætlum að byrja þetta hérna á góðum kunningi okkar, hann heitir David Guetta. Og þetta lag heitir Titanium. Í lík byrjun. Já, það ekki. Þetta er gott start á þætti. Já. Það er bara ekki hægt að biðja um betra maður. Ef þú verður ekki að stjórnum sem þætti, myndir heyra þetta, þú myndir hlusta. Já, þá myndi ég hugsa bara. Titanium, ég veit nú ekkert hver er að syngja þetta með honum, það er eitthvað skvísað þarna undir aðstofan við þetta allt saman. Já, heitir hún ekki Titanium svo? Nei, lagið heitir Titanium. Já, ég meina, gefur alveg svona byrundi bæða á vangi og hún heitir það líka. Já, hann er kannski að syngja hana, getur vel verið hefur Pétur. Ég verð að viðurkenna það, þegar ég kom keyrandi hérna að þá sá ég bíliðinn. Bílið minn? Já. Og það tók mér smá tíma að átta mig á því að þetta væri bílinn þinn. Akkurat. Vegna þess að það var eins og hann hafði staðið hérna í marga daga bílinn. Nei, hann var alveg að kafa í snjó. Samt ertu búin að keyra á honum hérna niður hinga. Já, í morgun. Það er búið að snjóa í allan dag. Nei, það var ekki búið að snjóa þegar ég kom. Ég kom svona 2. Nei, já, milli 2 og 2:30. Já, varst mættur 2:30. Ég var mættur hérna, sko, ég mættur hérna mótana til að reyna að undirbúa þennan þáttinn. Já, það var ekkert búið, ég veit alveg að það var ekki búið að snjóa þetta. Ég labbaði framhjá bílnum þínum. Eina sem var skafið
sem að hægt að tala að hafa verið skafi. Það það sem að rúðuþurrkurnar höfðu ítt snjónum, skilur. Nei, og rúðan sem að þú situr við hliðin á. Þannig að þú getur kíkt út hérna á vinstri hönd. Já, Speglarnir voru, þetta var alltaf kaf í snjóið. Það var bara búið snjó yfir þetta. Ég tek alltaf bílinn og skafa vel af honum rétt árið leggast Nei, þú lígur því. Lögreglan, það stendur þetta á df.is. Lögreglan hefur haft afskipta mörgum ökumunum sem ekki hafa hýrt að skafa bílrúðum sínum í þessari miklu ofankomu sem verið hefur undanfarið. Lögreglan segir þess að ökumenn setja sig sjálfa og aðra vegfarendur í mikla hættu. Já, það er allt annað. Þetta eru menn sem að skafa ekki bílinn. Hlustaðu á mig. Já. Guðana bænum Auðun Blöndal, get ég beðið þig um að hlusta á mig. Þetta leggur vegfarendur í mikla hættu enda takmarka útsýni út hrímþaktar bílrúðurnar. Svo kemur eitt hérna og þetta ætti þú, ég veit að þetta nær þinni athygli eins og þú ert svo mikill nískubúki. Það getur einnig komið við pingju ökumanna sem ekki standa sig í þessum efnum því 5.000 krónar sekt liggur við því að skafa ekki bílrúður. Já, þannig er þetta að bera saman menn sem skafa ekki bílinn sinn og annars vegar mann sem búinn að vera með bílinn fyrir utan í snjókomu. Touchdown. Já, Auðun Blöndal var jarðaður hér. Touchdown. Já, ef að löggan ég skafa alveg bílinn minn. Mér finnst að vera að ljúga núna en maður þarf ekki að taka allan snjóin af bílnum, maður þarf bara að taka af rúðunum. Ég þarf að sjá baksýnispeglana og sjá afturrúðuna. En þetta gerðið þú ekki. Akkur viltu meina það? Þú gerðir þetta ekki í morgun, það var bara afturrúðan var alveg gjörsamlega þakin í snjó. Það er bara því að búið að snjó í dag. Nei. Þetta var, ok, ef það var búið að snjóa þegar ég kom labbandi fram hjá bílnuðinum þá hugsaði býtið, þetta er vittabíl. Þú veist, ég þekkt hann ekki aftan frá, ég labba og búinn að leggja mínum og var að labba fyrir aftan bílið þinn. Svo kem ég upp að hliðina á hann, þetta er vittabíl og svo fór ég lítið bara, það var engin skafin rúðan nema bara framrúðan og rúðan sem er við hliðina þér, vinstri rúðan, skilur. Þetta er bara... Þetta er eitthvað alveg, það er skelfilegt að keyra í þessari ferð og við hvetjum alla til þess að skafa vel af bílónu sínum. Já, ég meina, hvernig græjur ertu með þetta? Ertu bara með sköfu? Já, hvað heldur ég sé með? Já, úr að kaupa kúst, svona fara á næstu benstu, eitthvað, og kaupa svona langur, skilur, með svona busta og svona. Já, til að dusta af þessu líka? Já, vera með alveg græjur í þessu. Þú getur alveg nota kreditkortið þitt eða þú ætlar að nota bara einhverjum svona bílúsku. Sorglegt að segja frá því, en ég nota stundum geisladiska höstur. Já. Ég skal taka maður þessu, Pétur. Háar sektir við því að nota geisladiska hulstur. Það fattar það enginn ef við búin að skafa rúðuna við. Löggan sér það öddi. Já, heldur þú sjáu það bara, hann hefur notað geisladiska hulstur þessi. Þeir sjá það, heldur að löggan sé löggan. Ef ég er búin að skafa rúðuna, þá var það bara nóg. Það var alveg sama hvernig ég skafa hana. Hvað er þessi eitthvað refsing fyrir það að nota geisladiska hulstur? Sjálfsögðu refsing fyrir. Af hverju? Löggan er þannig. Er það touchdown hjá mér, Lúna? Það var ekki touchdown. Touchdown. Það er langt frá því. Herðu, það styttist í slúður en byrjum á smá Adele. Syngur hún Adele þarna og já, kæru hlustandi, ég vona þó hafið það gott. Þetta er fljótt að gerast. Já, þennan drottins dýrðar miðvikudaginn, ég vona að fari vel þig og keyrðu varlega. Ég er að sleikja upp hlustendur núna því að það eru þeir sem að kjósa í karaoke-keppninu okkar Pétur svo eftir. Já, þannig að þú ert byrjaður á kosningabarátunni. Nei, alls ekki. Ég þykir bara vænt mína hlustendur og ég veit alltaf þeim megni vel. Já, en já, ég segja það sama eins og Öddi var að segja að ég vona að þú, kæri hlustandi, hafið það gott. Ég vona að hafið það betra. Mér langar að segja vona lífið leiki við þig. Já. Og allt gangi vel. Já, hjá þér. Já. Það er nefnilega svo mikilvægt hlustandi að þú hafið það gott. Já. Ég er sammála. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og ég vona frá dýpstu rótum hjarta míns að þú hafið það gott. Já, það er Hæ, ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og ég vil að þú hafið það gott. Við skulum ekki vera með meira áróður. Karaoke-keppnin er hérna eftir skammastund, þá syngjum við Pétur báður og í fyrsta sinn núna þá vitum við ekki hvað hinn syngur því að við völdum lögin sjálfir að þessu sinni en það er komið að slúðurpakka dagsins. Nennir að gera eitthvað svona gera eitthvað svona slúður. Slúðurpakki dagsins er í boði hamborgarafabrikunar. Er það búið? Já, komið sæl og velkomin í slúður dagsins. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon. Öddi Blöð er hérna beint á móti mér. Öddi, hvað er að frétta á slúður heimum? Næru, takk fyrir það, Pétur. Það sem er að frétta í slúðuri dagsins er að Demi Moore, hún var flutt á sjúkrahús í skyndi, greiði stúlkan. Hún, eins og flesti vita, er nýhætt með, glaumgósanum, Aston Kutcher. Og það hefur verið erfitt hjá hún upp á síðkastið og núna vilja menn meina að hún sé á leiðinni í meðferð við lyfjafíkn og hún hafi bara
dottið niður eftir að hafa getið eða gleypt of mikið af lyfjum, greið. Já, og í kjölfarið þessu skilnaði. Já. Já, hún er vist fann að grennast rosalega og er eitthvað máttlaus greið. Og hvernig lyf var hún að borða? Íbúfen eða eitthvað svoleiðis? Það stendur endur ekki hvað hún var að bryðja, sem að kannski, skiptir kannski ekki öllu máli. Bara skipjar að fengi sér Panodil og eitthvað. Já, þetta er alveg ekki spurningi þar. Hvað er þetta lið að bryðja svo eftir svona? Kannski einhvers konar þunglyndislyf. Já, það sé ekki meira eitthvað þannig. Þetta er búið erfitt hjá henni greið en við óskum henni bara, góð spata. Sendum henni bara góða kveður. Já, eftir þess að við Sveppi vorum að ræða daginn, það er samt skárra að vera í ástarsorg í LA en á Íslandi. Það er bara þannig. Það er skárra að vera í ástarsorg í LA. Já, af því að hún getur keyrt allt, hún er ekki að skafa bílinn sinna á mótnum, sko. Þetta var Sveppi fíbl. Það var Sveppi sem var að segja þetta. Já, var hann að segja þetta? Hann er eitthvað voða þungur, finnst mér. Þungi í honum þess að dag. Hann er með allt á hotnum, segir eitthvað. Þessi og hinn alveg ömuleg. Svo er hann ekki búinn að raka sig núna í 3 mánuði. Já, ég veit ekki, ég held að hann sé ekki á góðum stað þess að dag. Nei, hann er svolítið eins og Krusty the Clown. Það er svona, bara leiðið að búið að slökka á mikrofóninu og þá sest hann hérna með skeggið brjálaður og með pilsnerinn bara og það er ég sammálaður. Hann þarf að fara í sjálfskoðun. Já, við getum að hringi í hann eftir og spyrja hann bara hvað sé að. Við getum gert það og segja hann bara að fara í róbjóka. Ég hef ekki taka hann í sálfræðihotnu okkar. Við vorum að tala daginn að vera bara með sálfræðihotnina þar sem við hringjum og hjálpum fólki. Já. Við getum byrjað að sveppa. Já, ég held að við ættum að gera. Það er svo leiðilegt, þetta er vinnur okkar og hann er einhvern veginn bara að tala illa allt og alla og þungt í honum eitthvað. Já, við ætlum aðstofa hann og eftir ég ætla að halda áfram með slúrið. Fólk í Bandaríkjunum aðalega á svona bloggsíðum, þetta er örugglega bara einhver svona öfundsjúkt lið og leiðinda fólk. Það er að gagnrýna það að dóttir Jim Carrey er í American Idol. Dóttir leikarans tók þátt í American Idol og það er einmitt sýnt núna á föstudaginn á Stöð 2. Það var í síðasta þætti. Hún mætti bara sem eins og hver annar keppandi. En fólk vill meina að hún hafi farið áfram að því að sumir í dómnefndinni hafi þekkt pabba hennar og eitthvað. Þetta er erfitt. Hvað heitir hún? Það stendur ekki hér. Nei. Það kemur ekkert fram hvort hún er eitthvað með eftirnafni hans. Já, hún er með Carrey, sko. Já, ok. Já, og ég er búinn að sjá klippu og svo, það kemur fram, sko, hún segir hún sé dóttir Jim Carrey. Þetta er ekki Mariah Carey? Nei, það er hinn dóttir hans. Já. Og í klippun er Jim Carrey, sko, að segja að þetta sé dóttir hans og hann er að mynda hann að syngja og eitthvað svona. Það fer ekki fram hjá neinum þetta sé dóttir hans og fólk getur séð þetta núna á föstudaginn. Og það er eitthvað verið að gagnrýna það að hún hefur komist áfram að því hún sé dóttir hans. Þetta er samt, spáðu hvað þetta er leiðilegt fyrir hana. Kannski fór hún bara áfram að því hún er góð að syngja. Já, þetta sem eins og dóttir þín var að fara að taka þátt í íslenska Idolinu. Hún syngur vel, dóttir þín. Var að vinna einhverja söngvakeppni daginn, eða ekki? Já, og fólk myndi segja, hún fór bara áfram að því að Pétur þekki Sim og Jóa og svona. Já, þetta væri skítafíla þessu. Já, það verður alltaf, ég held að það verður alltaf mjög erfitt fyrir börnin þín að koma sér á framfæri. Svona eins og þú hagaðir. Heldur það? Já. Akkur heldur það? Þetta er dóttir Péturs maður. Já, ok. Fættist með sílu skeið í kjáttinum og það er alveg sama hvar henni drepur niður. Hún er alltaf valinn. Fram með dóttir mína. Akkur er það? Nú kannski að þetta er dóttir Péturs Jóhanns. Dóttir Péturs Jóhanns Sigfússon. Við líka rugli. Svonum hans líka skilur, hann er á leiðinni. Já, hvað er hann og gamall? Það verður 5 mánaða núna. 5 mánaða? Mánaðamótin. Já, hann er byrjað að tala. Styttist í að kallinn fara að koma og láta á sig bera hérna. Já, hann verður mættur hérna út á staða landsins bara eftir smá. Já, fólk bara, þið veitir hver þetta er. Hver? Gæði skeita á sig síðustu helgjana, maður. Manstu ekki, sem var búinn að rispa alla bílana hérna við bænum. Hver er það? Svona Péturs Jóhanns. Býtu gæði sem var að hoppa upp á þakkinu og sprengti öll dekkin og það. Já, svona Péturs. Það er svona Pétur. Þessi spullir á drengnum. Já, ég meina vikur upp býstu. Hefur þið séð pappa hans eða? Ættu þessu, veitir. Þú ert að kalla fram í mér eitthvað neikvæðispúka hérna. Nei. Erum við ekki að fara að vera með sálfræðihótt fyrir Sveppa? Já, það er Sveppi sem er með allt niður sig. Já, ég ætla ekki að vera með. Ég er hress hérna. Já, þú ert æðislegur og börnin er stórkostleg og þau er bara bjarta framtíð. Já, heldur betur. Og næsta mál. Það eru síðasta slúðrið í slúðurpakka dagsins. Það er Elton John og kærasta hans. Þú hefur nú oft talað það að þú sett mjög líkur Elton John. Ég hef ekki talað það er bara ég var tvífæri vikunar eitthvað tímann í DFF eða eitthvað Já, tvífæri vikunar og það var, já, þú Elton John. Og líka Ármann Reynisson. Já, ok, það er ekki leiðum að líkjast. Herðu, kærasti Elton John, hann gerði allt brjálaðan daginn eftir að Madonna vann Golden Globe velunin. Að þá
var hann brjálaður og fór á Facebooki sitt og sagði að þessi, ég bara segi orðið rétt, að þessi bitch hefði ekki átt þetta skilið því Elton John hefði átt stórkostlegt lag og átt þetta betur skilið og Madonna var spurð út í vikun og hún sagði nú bara ekki haft hugmynd það að hún og Elton John var í einhverjum erjum en svo hafa representantir hjá Elton John tekið tilbaka og sagt að kærastan sjá eftir þessu hann hefði bara verið svo reiður af því hann hélt svo rosalega með laginu hans Elton John þannig en þú veist þetta er úlfaldi úr mýflugu já en þetta er samt sko leiðilegt ef að makiðinn er farin að koma þér í vandræði í fjölmiðlum bara ok, þú ert að keppa kannski segjum að þú og Jón Ársæll báðir tilnefndir til Eddu þú erum ekki með honum í deild kannski þú og Jón Gnarr tilnefndir sem leikar ársins fyrir hlemma-vídeó eða eitthvað nei, veljum einhverja seríu sem átti sér bara fyrir eitthvað já, fyrir nætuvættina og svo allt í einu og leikar ársins er Jón Gnarr og þú bara svona til hamingju bara, veist, stórkostlegur listamaður og ánægður með þig en svo fekk kona hennin á Facebookið og bara djöfisins viðbjóður að hann skildi vinna þetta með alla þessa akademi í rassvarsanum og vera að sleikja sig upp fyrir borgarstjóranum það væri óþægilegt já, það var það sem Elton John var að lenda í það var einhver feitur kærastans að rífa kjaft já, svona er þetta þannig að ekki vera að sakast við Elton John ekki, bara látið Elton John í frið já, ég hef heyrt mikið illa að tala um hann í bæjarfélaginu og hann náði ekki skilja, þetta var kærastan hans já, ég meina, þú veist, við erum bara öll vinnir já, herðu þetta var slúður dagsins, ánægð með hann já, ég er mjög ánægð, það er besta slúður sem ég heyrt takk fyrir það, herðu ég er að skipta nærbuxur með þetta svo gott slúður já, á meðan við förum í smá auglýsingar þá getur þú skipt nærbuxur svo er karaoke-keppnin hérna rétt á eftir þannig að ekki vera langt Viltu nælæri bakkelsi fyrir alltaf 10 manns? Magasín og Kaffi Konditor í Copenhagen bjóð upp á bakkelsi fyrir alltaf 10 manns á hverjum föstudegi. Send okkur post á magasín@fm.is og segðu frá þér og þínum vinahópi eða vinnustað. Kaffi Konditor í Copenhagen, Suðurlandsbraut 4 og Grensásvegi 26. Alla föstudaga í morgunþættinum Magasín. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnar listans eru Brynjar Már og Erna Hrönn. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Í janúar tilboð í 10.11. Við fögnum 9 ári með frábærum tilboðum. Hreyfing, góðan daginn. Ég þarf að komast í geggjaform! Þá er Club Fit máli fyrir þig. Af hverju á ég að treysta þér? Farðu bara á hreyfing.is og fáðu frían pröfutíma. Þegiðu! Er frír pröfutími? Kíktu bara í hreyfingu. Ég geri það! Fyrsti vinningur gæti orðið 150 milljónir króna. Skattfrjáls. Víkingalottó. Alltaf á miðvikudögum. FM 95 Blö er í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem er. Kredía.is Lakkerón og þú týnist í kynnslóðum. FM 95 Blö á FM 95. Hugljúir tónar sem berast okkur hér frá bresku hljómsveitinni Aratage. Nei, þetta var Ed Sheeran með Lego House. Já, fullorðinn maður sem neitar að hætta að leika sig með Lego. Það er alltaf jafn fallegt. Já, ég sé það hér. Ég fengi rangar upplýsingar lagið, ég byrst ásökunar á því hér og skiptir ekki máli við, bara stöndum beinir í baki með það. Já, en við vorum að tala um Pétur að við ætlum að fara í sálfræðihorni og það var við ætlum nú ekki að byrja þessum dagskrárliði í dag en þetta kom bara óvænt upp áðan eftir að byrjum að ræða við okkar Sverrir Þór Sverrisson. Já, hann er með alltaf hotnum sér eitthvað. Já, og mér finnst bara eins og við þurfum að tala ég ætla að prófa að hringja þetta en við kannski að láta drengin vita, maður sjá. Við startum að heyri með honum og bara spyrjum hreint út. Líka fínt að byrja sálfræðihorna manni sem við þekkjum. Við getum farið vel inn í hann, sko. Já, bara, hvað er að trugla? Okkur hefum alltaf hotnið sér. Það er alltaf verið svo lífsglaður drengur. En við þurfum náttúrulega. Halló? Sveppi? Já. Gótt sæll og blessaður Auðun Blöndal heiti ég. Nei, sællinn. Pétur Jón Sigfússon situr hérna á móti mér. Við erum í beinni hérna á FM 957 kallinn minn. Nú, heyrðu. Hvernig hittum við á þig? Það er aldrei fyrir að sækja vatni yfir lækinn með að hringi mig. Hvernig hittum við á þig? Þið hittir mjög vel á kallið núna, maður. Já, nú, jæja. Það hefur verið að vassast. Ég er að fara nú bara að fara að sækja einhver börn hérna í leikskóla. Já. Þetta er 5:30. Leikurinn er klárar. Já, þú ert hérna í sálfræðihorninu okkar. Já, ok, getur ég hjálpað ykkur eitthvað? Það er ýmislegt sem Pétur Jóhann vill ræða við þig.
Já, við vorum að tala þig hérna áðan og þú sko, mér hefur bara fundist þú Sveppi minn verið eitthvað svo þungur upp á síkasti og mér langaði bara svona aðtók hvort það sé réttskynjun hjá mér og hvort það sé eitthvað að trufla þig. Þannig að svo sett með allt á hotnið þér. Já. Sko, í fyrsta lagi þá hringdi ég í Pétur í fyrradag og hann hringdi aldrei tilbaka. Ég veit ekki hvernig hann gæti fengið það út að ég var með allt á hotnið mér. Nú, Pétur, hann sendir þetta beint yfir á þig. Já, það sem að trufla þig? Nei, ég veit ekki bara, sko... Ertu svona reiður yfir því að ég... En við heyrum bara núna, Sveppi, nú þekki ég mjög vel. Þú ert strax að pirrast. Já, hann strax komin í vörn. Já, akkurat í vörn. Ég er ekki vörn, ég sé bara sannleikann. Já, en þetta, þú veit svo... Heyrur bara hvernig þú tala, Sveppi, og rosa reiður, sko. Svo ertu þarna, óða glaður við fólki í kring, sko. Já. Við erum vinniðinni líka, ég og Öddi. Já, ég er ekki búin að vera þungur nefnilega, ég er bara búin að vera mjög léttur. Nei, hann veit ekkert hvað hann segir. Hann er alveg bara, nei, ég er ekki, já, alls ekki. Með sko 3 mánaða skegg og alltaf pirraði Sveppi. Hvað er ángraðið? Segðu okkur það bara. Já, þú hefur rauninni, veistu, þú átt erfitt með að setja fingur á. Ég skil það alveg, Sveppi, það er ekkert mál. En veistu hvað mér langar til að segja við því, Sveppi? Já. Leitaðu inn á við, horfstu bara í augu við þína djöfla. Allir hafa sinn djöful að draga, Sveppi. Já. Og við höfum öll sinn djöful að draga og róbjóka eða eitthvað svona, það geti hjálpað til. Róbjóka? Já, líka það sem er líka bara gott í þessu Sveppi er að tala bara þetta. Ef einhvað er ángraðið, láttu það vita. Skelltu þér í eitthvað hotjóka eða eitthvað. Ég hef nefnilega reynt það, sko. En maður næ bara aldrei inn. Nei, það svarar enginn. Þetta snýst það svarar enginn. Heyrðu, fyrst að það er, ég meina, ok, þá er það komið á hreint. Ég meina, við reynum að laga okkar hlut í þessu. Já. Við skulum svara þessu, Sveppi. Já. En þú eru líka svona, svolítið að horfast í augu við... Og farð að raka þig, drengur. Já, raka þig. Já, því þú ert ógæslega svona. Nei, þetta er vinnutengt. Þú ert svo villið, maður. Ég er að fara að taka botnahætti. Já, en það er búið að skjóta Game of Thrones. Það er ekki lengur í boði, maður. Það er ekki búið að velja mann á. Ertu svona fúll yfir því líka? Því að þeir vildi ekki... Já, en það tröflaði. Þeir vildi því, kannski. Var engin hobbit inn í þessu seríunni? Hvað er ekki hobbitar? Drasslina. Það er þetta að vera að taka upp hobbitar. Þú getur verið að safna skeggi fyrir hann. Peter Jackson, ég var að skella Peter Jackson. Já, það er beint út. Hvað er betra en lítill maður sem er flúent í ensku? Það þarf ekki einu svona sminka. Flúent í ensku. Hey, Mr. Pizza. Mr. Pizza. Jæja, Sveppi, við allavega vildum tjekka bara hans að þér. Við vorum að ræða þetta án. Þetta var algjörlega óvænt. Við ætlum ekkert að hringi í þig, en Pétur vildi meina að þú væri búin að vera eitthvað pirraður og vildi aðeins heyri þér. Já, þetta er ekki eitthvað sem að eitt kaldur getur ekki lagað, sko. Já, þá fyrir við bara, við finnum einhver tíma fyrir það. Alltaf gaman að heyri, kallinn minn. Það er eina sem að sálfræðingur ætti að gera þegar fólk kemur með einhverja bakka og herrið sér. Já. Bara að rífa flippan af einum ísköldum, þá róast allt. Herðu, takk fyrir það. Já, við skoðum það. Ágæðnur, bye. Herði, já, sálfræðihotnið, þetta er eitthvað sem við getum hört að skoða aðeins Pétur. Já, mér finnst að hann sko sendir boltan yfir á aðra svolítið. Já, hann fór líka bara beint í vörð, það er ekta Sveppi. Já, hann sendir þetta til föðurhúsana. Veit að þetta er í beinni útsendingu og spila sér rosalega hressan. En það er eitthvað voða þungt yfir honum fyrir mér. Ég var að spá í, ég og ekki að fá eitt alvöru lag hérna og setja svo karaoke-keppnin af stað, bara hérna í næsta innkomu. Mér líst vel að það. Herðu, Svakalegri tilbúin. Þetta er svo ógeðslega flott lag. Þetta heitir Otis, Kanye West, Jay-Z. Já. Þetta er eitthvað fyrir þig, Pétur. Nú vil ég segja þig dansa. Þetta er lagið Otis með Kanye West og Jay-Z. Rosa sál í þessu. Já, þetta er sólís. Herðu, það styttist hér í karaoke-keppnina okkar og svo styttist líka í nýjan dagskrárlið sem heitir Hverjir verða hvar. Það sem að við Pétur, förum svona á stofan og athugum hvar fólki verður helgina. Þetta er mun betra en hverjir voru hvar. Af því að nú getur fólk, nú veit fólk hvað það verður. Það missir ekki efninu. Já, miklu betra að skoða framtíðina og hún geta skengst inn í framtíðina heldur en að vera eitthvað að velta sér upp úr fortíði. Já, það getur líka bara hjálpa fólki. Það er kannski eitthvað sem er að fara á djammi. Ég hugsa með sér, herðu, hvert á að fara í kvöld? Wow, hvert myndi Ásgeir Kolbens fara? Já, einmitt, ég var að hlusta á FM 9 blöðum daginn og þar sagði Ásgeir Kolbens að hann ætlaði bara að vera á skíðum. Ég ætla líka að gera það, kannski sé ég hann. Já, þannig að þetta getur hjálpa fólki á þér. Hérna, við ætlum hins vegar, ég ætla að ræða aðeins við Pétur áður fyrir í karaoke-keppnina að þú áttir hund eða ekki? Ég átti hund, jú. Já, þú voru ekki átt hund núna lengi, eða? Nei. Ekki að þá. Það voru hérna einhverju nokkri sálfræðingar að taka sig til og gera svona könnun á hundum. Já. Og þeir eru búin að komast að því af hverju hundar gelta. Og það eru einhverjar 5 ástæður hérna af hverju er gelta. Og
fyrsta að ég stressaður og það sem sagt ef að dyrabjallan hringir eða einhver svona, þú veist, einhver óvænt læti þá byrjar að gelta það því að þeir eru stressaður veit ekki alveg hvað að gerast svo það my territory is threatened eða bara, þú veist, mér finnst það svo sem vera ógna mínu svæði og þá byrjar að gelta svo gelta líka þeir þurfa eitthvað og svo þeir eru að leita sér að athygli og svo ef einhver segir að tala. Þetta eru 5 ástæður fyrir því að hundar gelta. Segir þeim að tala? Já. Veitu ef að hvað? Þú veist bara, ég veit ekki. Ég skil ekki. Nei, það stendur hérna. Talaðu dreng. You said speak. Ha? Þú veist, ef þú segir til dæmis, þú getur látið hundin setjast eða ekki og svona. Þú veist, bara sestu. Og svo getur þú sagt, talaðu. Og bara, vú. Nei. Ekki. Nei, ég meina, þetta, voru hundasálfræðingar að komast að þessari merkilegu niðurstöðu? Já, það stendur hérna, you said speak. Mikið svakalega hlýtur það að vera þægilegt jobb að vera hundasálfræðingur. Ég hugsaði hvað það sorglegt. Var í margra ára nám að læra dýrasálfræðinu. Já, en byrja hvað, eins og einhver sálfræðingur getur hjálpað hundi? Já, eða bara, þú veist, að koma og þetta. Ég meina, þetta gefur auga leið. Þeir gelt alltaf þeirra dinglaðir og ég meina, það gefur auga leið að þessu stressaðir yfir því, ég meina, þú veist það... Það þurfti ekki að segja þetta? Nei, og þeir eru stressaðir yfir, kemur ykkur inn á svæðið þeirra, ég meina, þetta eru, oftar en ekki eru þeir bara að verja sitt svæði, skilur þetta, þú veist, og varðhundar eru sérstaklega góðir í því. Já, þú talar af passion, heyri ég. Nei, mér finnst það bara skrítið mér, ekki að gefa út hérna einhverja svona yfirlýsingu hérna, hundasálfræðingarnir, eitthvað, látum við okkur heyra, sko, og eitthvað, við séum að gera eitthvað hér. Æ, ég veit ekki, mér finnst það skrítið. En svo skrítið líka þetta, ef þú ætlar að reyna að láta hund tala, að þá mjög líklegt að hann gelti, sko, ef þú segir honum að tala. Ja, ég skilði ekki. Gutti, ég skilði ekki, talaðu bara. Og þá, talaðu. Já, þetta er að því að ég er að segja honum að tala. Þú veist, þetta er bara fíblagangur. Þetta er bara... Já, ég er bara... Fólk ekkert að gera. Ég er bara að segja það sem kemur hérna. Já, en var hundurinn þinn svona? Nei, ég var ekkert að beða hann um að tala, ég baði hann aldrei um að tala. Nei, en nú veist... Ég bara, þú veist, hundar þeir lifa hennu fullkomna lífi, sko, út frá, skilur. Ég skil ekki af hverju þeir ætti að fara til sálfræðings. Nó? Nei, ég minna, þeir bara geta, skilur, þeir bara kúka og pissa, náttúrulega, bara úti. En svo við. Já. Og þetta er bara allt þitt vesen, þú þarft að hirða upp eftir á kúkinn og þú þarft að fara með þá út og láta á pissa og sjá það allt saman. Þú þarft að sjá að gefa þeim að borða, þeir þurfa ekkert að sjá það. Skilur, þeir bara fá allt hjá þér og ef þeir alltaf ná sér í, skilur, fá eitt stuttan, skilur, þá bara pika þér í þig. Þú þarft að redda tík fyrir þá, að fara með þá til einhver skæja sem er þetta tíkaður. Já, er ekki lagið þú að minn fá eða? Taka hana hjá þér, jú, það er í góðu lagi og svo tekur hann hana og svo þú þurft að vera að fara í... Þannig í sömum löndum, sko, þá er það bara, herðu, er þetta dóttið þín? Já, og veist, bara, ég vil að sonur minn giftist henni. Já, ég veit til. Það er flott hjónaband. Svo eignast þessir hundar hvolpa, þeir þurfa ekki að pæla í því. Kallhundur, það er ekkert að pæla í. Engin meðlög, ekkert. Hann þarf ekki að pæla í tíkinni sem hann er búinn að sofa hjá. Hann þarf aldrei, ef hann ákveður að nenni ekki að tala við hann aftur, þá er það ekkert vesen. Nei. Skilur, hann getur bara hann fara ekki símtal, bara djöfisir strullisokkur eftir þarna border collie. Nei, ekkert svolítið, hann er bara heima sem er búinn að stengla heima þessu. Tíkinn bara með 8 hvolpa í maður, þarf að tróða þeim öllum út, gefa þeim mjólk að drekka og þeir eru bara heima bara að slækja heima, bara að reykja vindil og... Já, bara feskir. Þannig að ég skil ekki okkur eða þetta þurfa að fara til sálfræðings. Nei, ég veit líka ekki hvernig sálfræðingur ætti að tala við hund. Nei, fyrir utan það. Hörðu, leggstu hérna? Þú veist, í fyrsta lagi er mjög erfitt að fá hund bara til að leggjast. Já. Tala ekki ef hann er það ruglaður, hann þarf sálfræðing. Já. Þá er það ekkert að fara að segja að hún er bara að leggjast og slaka á í kósí. Nei. Og ég meina, og hvað færði svo að segja við hann? Hvernig líður þér? Veff! Já, ég sá það á þér. Þér líður illa. Veff! Og eitthvað? Og svo kemur þú fram bara til eigandans og segir hann er þunglindur hjá þér. Er hann þunglindur? Já, hvað ferðu með hann oft í göngutúr á dag? Tvisvar? Ekki nóg, voru að fara oftar. Hvernig veistu? Hann sagði mér það. Hann sagði mér það. Þú sér það að hundurinn er þunglindur, eða ekki? Já. Þetta er bara, það er alveg sama hvað drepiði niður, þetta er bara kjaftaði. Þetta er bull, við ætlum að fá stuttar auglýsingar, svo er það karaoke-keppnin og Pétur, þú byrjar að þessu sinni. Já. Það kom tíma á þú byrja. Ég ætla að breyta þessu einhvern veginn, ég mun gera mitt besta hérna. Ég byrja og ég ætla að rústa þér. Það er ekkert annað. Fáum auglýsingar, svo syngjum við. 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Það er magnaður miðvikudagur og þá er 50% afsláttur af öllu leigðu efni í sjónvarpi Símans. Smelt á vodtakkan á fjarstýringunni og veldu einhver af þeim 4000 titlum sem í boði er.
FM 95 Blö í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þægileg og fljótleg þjónusta. Kredia.is. Þú ert að hlusta á FM 95. Used to know, þetta hrikalega gott lag með Gotye sem hefur ekki heyrst hérna í þessum þætti lengi og mikið spilað hérna þegar þátturinn var að byrja. Virkilega kósí og skemmtilegt lag, en talandi kósí og skemmtileg lög þá komið að karaoke-keppni okkar Péturs. Karaoke-keppni FM 95 Blöð, það miðvikudagur og það þýðir aðeins eitt. Pétur Jón Sigfússon hérna. Já. Með honum auðvitað Blöð, það ég sá sem þetta talar, heitir Pétur Jón Sigfússon. Mér langar að segja við þig, kæri hlustandi, þú ert frábær. Já, og mér langar líka að segja við þig, kæri hlustandi, mér þykir vænt og þakka kærlega fyrir hlustunum og þú ert mér mikilsvirði. Það væri rosa mikilvægt fyrir... Og vona að þú sjáir þið vært að kjósa það lag sem þið finnst best hér og eftir og ég ætla ekki að reyna að hafa neina áhrif á það. Kannski læginu mínu, já. Minn stærsti draumur, kæri hlustandi, að þú hlustir á þetta lag sem að ég að syngja í karaoke. Ég heiti Pétur, sko. Hlustir á það bara með opnum huga og hugsir, já, það gaman að þessu og ég ætla að kjósa Pétur bara. Þau hafa greinilega alltaf verið með mjög opin huga. Þú ert búin að vinna 2 svar og þetta er 3. keppnin. Já, hugsaðu það líka. Það var gaman að vinna 3 svar fyrir hann Pétur. Við höfum eftir að spila, við höfum eftir að syngja lögin, segi. Þannig að það er 511-0957 fyrir hlustendur. Mér finnst lagi í rauninu og í aukaatriði, sko. Nei, þetta er keppni. Í dag er lag aukaatriði. Nú, hvað ertu með lélegt lag? Nei, ég veit það ekki. Ég heyri það bara hvernig þú talar. Þú ert eitthvað hræddur sjálfur. Ég er endar lagið mitt viðbjóður, þannig að þú ert ekki að hafa miklar áhyggjur af þessu, sko. Ok. Ég hef samt áhyggjur. En við skulum vinda okkur í það. Ég skal byrja. Já, byrju. Og leikreglur er þannig að það verður að vera minnst 2 mínútur. Við megum ekki að hætta að syngja fyrir að búin að syngja allavega 2 mínútur. Ok. Og það er bara sömu reglur og síðast. Ertu búin að segja mér íslenskan texta sem nær svo langt? Ég held það er tæft samt, held ég. Ok, ertu tilbúin? Var ég að setja lagið, ég er með lagið inn í tölvuna og ég íta, ertu tilbúin að syngja? Ég er tilbúin, já. Herru, þá bara við byrjum, þetta er karaoke-keppni FM 95 Blöð, Pétur Jón Sigfússon byrjar, svo syng ég og svo syngið þeir hlustandi góður í 511-0957 og kjósið. Ég er að leita laginu hérna og nú íti á play, tilbúin í söngin? Já. 1, 2 og þá máttu byrja þetta. Þetta yrði að vera hressandi. Já, þetta var mjög hressandi. Ég var búinn að vera í einhverjum balluðu ógeði hér upp á síðkastið. Já. Fólk bara, þú veist, verður að rífa sig upp á raskatinu. Ekkert vera að dissa balluðu þarna, því að mitt lag, sko, já, það sem ég ætla að gera, nú ætla ég bara að reyna að ná til hlustandans. Ég er búinn að tapa 2 vikur röð. Já. Og ég er með lag hérna. Skafabílinn! Já, þetta var catchy. Og nú bíllinn fastar! Í snjóskapli! Hérna kemur lagið mitt, ég ætla að reyna að syngja þetta. Gangi er óbúslega vel. Takk fyrir það og ég vona að hlustendur njóta þess að þetta verður erfitt maður sjá. Nei, látt ekki. Já, ég er með erfiða balluðu hérna. Ég er svo lélegur að syngja maður. Maður sé ánútt lítið að play hérna og byrja að syngja fyrir ykkur. Nei, það var náttúrulega... Shit, þetta tekur á. Þetta var rosa! Þetta getur orðið að close call. Ég er ennþá með lagið þitt á heilanum, sko. Hvað? Ég viðkjöla, ég skýt þetta. Nú bíllinn fastar, því snjóskapli. Herðu, þetta er undir hlustundu komið, þá eru við báðir búin að syngja, það er 511-0957, fyrstur upp í 5 atkvæði. Eitt sem ég langar að segja við þau, veit ég. Já. Að mér finnst að þú er að fá bara... Sigurinn hér upp í hendurna. Hættu þessu Pétur, hættu þessu pitti. Fyrir, sko, þú söngst lengur. Já, ég fór bara lengri texta. Þú varst í 2 mínútur, ég var í 3. Já, lágmarkið 2, ég fór bara svona cirka upp í það held ég. Og svo var í innlifunin svo mikil, ég hef aldrei séð hann eins. FM 95 Blöð, góðan daginn. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herru, það er Pétur Jóhann. Já, hvað er í gangi? Heyrðurðu lagið? Já. Það er auðvitað söng að maður ætti að hringja og kjósa rétt og ég til mig vera því. Vá, herru, ég bara þakka þér innilega fyrir þetta atkvæði sem verður líklega það eina í dag en ég þakka þér kærlega fyrir. Nei, þetta hættu þessu Pétur, hættu að vera svona góður alltaf. Ég þoli það ekki. Það er alveg út á túnni. Hvað segirðu? Var mitt? Já. Út á túnni? En fannst þér hérna, nú bíllinn fastur, í snjóskapli? Þetta er heila slumma, sko. Þetta er heila slumma. Nú bíllinn... Þú veist ekki, sáttu aðkvæði þá þakka að kella fyrir. Já, takk. Ok, bye. Heila slumma. Herri, jæja, FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Það er Rutti. Þarna þekkið þig, ég heyrði þú út ákveðin. Já, hún var alveg ákveðin. Já. Hún var búin að ákveða sig þegar hún var... Það var svindl síðast, sko. Hvað segirðu? Það var svindl síðast.
Hvað var Já, synd? það ekki? Það var beinþýða taxtan, þið voru búin að ákveða það. Já, sko, þessi alveg með þetta á hreinu. Var búið að ákveða hvað? Að við ættum að beinþýða textan. Já, mennar í síðustu viku. Já, þú ættum að kosta með einhvern Ganni-texta sem að slóði í gegn. Sem var bara fíblagangur. Alveg rétt, já, sorry maður. Hlustendur elskuðu það. Já, ég veit það maður. Takk hjálpa fyrir þetta. Ok, takk, bæ. Herðu, staðan er 1-1, það er fyrstur upp í 5. Karaoke-keppnin hérna í fullum gangi. FM 95 Blöð, góðan daginn. Þessi datt út, FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Það er hann Auti. Þarna þekki ég þig. Dauti Blöndal fær hérna stig hjá þér. Fyrsta sinn sem að ég tek fórust í þessari keppni. Já, nei, þú... Hef ég verið yfir á þér? Já, þú varst yfir í fyrstu keppnin okkar. Ok, en varst ekki ánægð með bæði lögin? Þetta eru flott lög, sko. Já, ekki. Þetta var búið til símringingu úr þessu hjá honum. Þetta er svona símringingar. Þú var góða símringingu, Pétur. Það er góð hugmynd. Herru, takk ræðunur. Ok, bæ. Herru, staðan er 2-1, fyrstur upp í 5. Já, svona, mér finnst ég kannski smá von núna. FM 95 Blöð. Þú átt meira. Þú var að lækja útarpinu. Halló, FM. Já, halló. Góðan daginn. Góðan daginn. Ég veit alveg hver er búin að vinna þetta. Hver er búin að vinna þetta? Það þekki ég þig. Auti fær þitt stig sem sagt. Kom með 3 atkvæði, en fannst þér ekki flott lagið að spita samt? Nei. Það var fínt sko, þitt var sem flottara. Já, það var meiri innlifun í þínu. Pétur, þú ert að keppa þig með Pétur. Já, og hvað með það? Heldurðu með mér eða? Nei, það er bara svona svipa. Maður þarf bara við, íslenska landsliði handbolta segir alltaf, þeir voru bara einfallega betri við, þeir spiluðu flottari bolta og við áttum engin svör. Og ég bara er að segja bara svipa. Ég þakka kjalla fyrir aðkvæði. Takk fyrir. Sko, góður íþróttamaður, góður keppnismadur þarf að geta, horfst í augu við sjálfa sig og... Fannst þér, sko, mér fannst þér þetta ógeðslega gott, sko. Mitt var svona, ég var byrjað að dilla mér þetta með þér og var alveg að fara að springa úr hlátri. Ok, þér er stundum gott að fá þér Pepsi Max, kannski, eða eitthvað svona sull. Já. Skilur við. Þú færðir ekkert bara kampavín og hverju mennast á degi. Nei. Þú ert ekkert að sulla í kampavín, best að fá sér kampavínsglas. Nei, þitt lag er kampavín. Mitt er bara Pepsi Max. Svona gaman að fá sér við og við. Halló, FM 95 Blöð, góðan daginn, þú ert í beinni. Hvernig hefur það? Hæ. Halló. Hvað er það? Hvort lagi fannst þið betra? Auti Blöð. Takk aðeinslega fyrir það. Takk fyrir, þið vantar 1 stig. Já, 4-1. Sem er stærri sigur heldur en ég hef nokkuð tíman unnið. Þetta fer 5-1. Ég held sko að geti verið þarna hlustendur áttu þess á því að maður að gefa bíómið og gjafabrið hérna alla vikuna sko. Já, þetta var náttúrulega áróðuslag, ekki gleyma því. Þetta lag fjallaði að þú væri búinn að tapa 2 svar. Þú þyrftir á sigri að halda. Ég þarf sigur í dag. Já, og lagið annars kemst ég ekki millirilla sko. FM 95 Blöð, góðan daginn. FM. Það er klárlega Pétur. Klárlega Pétur. Nú, býttu, takk innilega fyrir þetta maður. Þetta, herruðu, takk fyrir þetta, þetta heldur mér inni. Fannst þið mitt ljót? Pétur er betri. Fannst þið mitt ljót? Nei, ekki ljót. Nei. Það er meira gaman á honum Pétri. Ok. Ég var bara aðtökur að það var einhver heift af það. Nei, hann er bara hress þessi. Já, ég hef það. Hann vill bara halda í hressleikan. Þú veist, alltaf á kafi í snjó og bara, þú veist, skafa bílinn. Takk aðeins fyrir þetta. Takk fyrir. Herðu, Pétur er komin inn í þetta, það er 4-2, FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Þetta var óslega erfitt, en dóttir mín ákvaði að það væri Pétur. Nei! Já, Öddi var svo reiður. Já, það er að þér alltaf að tapa. Það er 4-3. Yes! Ok, takk aðeins. Ég er komin inn aftur. Ég er komin inn í kenna. 4-3. Takk fyrir þetta. Er hún farin? Já, hún er farin. FM 95 Blöð, góðan daginn. FM 95 Blöð, góðan. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég þorði ekki að kjósa annað en Ödda. Já! Nei, sorry, af hverju? 5-3. 5-3. Ég trúi þess ekki, ég veit ekki hvernig ég hafa mér, ég hef aldrei unnið þig, Pétur. Nei, ég vil að til hamingju. Takk fyrir þetta. Takk aðeinslega fyrir þetta. Ekkert mál. Og dinni hjá með bíómið og eitthvað. Já. Ok, bye. Þú voru að standa síðan við það. Það sjálfsög. Þú hefur aldrei neina bíómiðið. Ég hef aldrei logið að hlustundum mínum og ég ætla ekki bara að byrja það núna. En ég hef aldrei heyrt ekki gefa bíómiðið í þessum þætti. Jú. Nei, ég hef aldrei heyrt það. Hvernig er þetta því? Ég er ofta ekki að byrja með, ég gaf bíómið á Twilight og fleiri. Já, þú er ekki gert á allavega þá þætti sem ég er hérna með þér á miðvikudögum. Það fór 5-3, Peter. Tökum eitt svona ganni bara. Eitt ganni? Já, sjáum hvað þessi hérna er sett. FM 95 Blöð, góðan daginn. Ég tek Sveppan. Sveppan? Já, Sveppi. Já, takk fyrir þetta, kallið minn. Þessi er að geta Sveppi. Nei. FM 95 Blöð, góðan daginn. Halló. Já, góðan dag. Góðan dag. Hvernig hefðir þú valið? Hæ? Hver hefði fengið þitt atkvæði?
Já, Pétur. Já, en keppnin búin, þannig að Keppnin búin, þið neður fyrir þig. Veist, ég var alveg nálægt. Hefði hún fengið inn, sko, þá ég komið 4 stig. Já, það verið 5-4. Takk æðislega þetta. Ég ætla ekki að taka mér í sensa þetta, þessi keppnin búin. Við ætlum að heyra tablagið einu sinni. Alltaf spila glæði. Skafa bílinn. Já, hvernig var þetta? Og snjó. Já, Skafa bílinn. Kæri hlustandi. Viltu kjósa? Þetta flott. Þetta voru 2 flott lög. Við viltu breyta reglunum eitthvað fyrir næstu keppni, Pétur? Nei, ég held ekki. Veistu, reglurnar eru orðnar svo margar að ég eiginlega búin að gleyma þeim öllum. Já. Ég meina, þetta ekki bara við þurfum að íslenska texta við lag og við mögum ráða hvernig textin er. Já, eða ekki bara. Og við mögum ráða laginu sjálfur. Já, það er bara reglan og hún verður áfram þannig. Og það þarf að vera 2 mínútur lágmark. Já, herðu Pétur, þú tapar að þessu sinni en þú ert alls ekki dónalegur. Nei. Æ, ég reyna að tengja inn í lagið hérna. Hvaða lag er það? Rude Boy með Rihanna. Þetta var frábær tenging. Nei, þetta var skelfulegt. Nei, mér varst hún æðisleg. Þegiðu. Þú ert ekki dónalegur strákur, Pétur. En þessi hér er það. Það væri gaman að semja eitthvað svona lag, Pétur, að vera með þetta í karaoke-keppni næst, þú veist. Hvað er þetta að gera, dóna strákur? Ég er að spara en að koma kannski rappin í dag með næst. Já, við erum Ástin, elskan, hvað er þetta að gera? Við erum að peika upp hraðan í þessum hér. Alltaf smá tempo. Þú varst reyndar, þú komst með hræsla núna. Já, funky town. Já, ég sveimi það að ég reyni ekki að rappa í næstu viku. Já, mér líst vel á það. Karaoke-keppnin henni er ný lokið hér og já, hún var spennandi á tímabili. Já. Þú vannst, hafðir sigur 5-3 til hamingju með það. Takk fyrir það og nú er staðan 2-1 og þú sagði mér hérna meðan við vorum að spila Rude Boy með Rihanna og þú ætlar að rúlla mér upp í næstu viku. Já, ég myndi svona horfast í augu við það að þetta er þinn eini sigur í langan tíma. Nei, veist það, núna er ég búinn að finna smjörþefinn af þessu. Já, hvað er gaman að vinna? Já, og ég var búinn að gleyma því að winning is my fuel. Það er ekkert sem, my fuel. Já. Það er bensínið. Já, það er ekkert sem keyrir mig meira áfram en góður sigur. Þannig að ég byrja bara í kvöld að hugsa lag. Þú drögglar. Já, það verður bara gaman maður, það er bara gaman að þessu. Ég verð að viðurkenna það að ég hef gefið mig út fyrir að vera ekki með keppniskap. Já, það er enda ekki þannig, já, þú ert nefnilega með svona lúmskeppniskap, sko. Já, ég er með lúmskeppniskap. Þér er rosalega oft sama, Pétur, en til dæmis þú ert með gríðalegt keppniskap í go-kart. Já, ég spila með það. Ég bara í gaurinn þar einu sinni. Já, og núna, í karaokeinu. Já. Ég er komið með svona, ég finna, það verða harðar hægður hjá mér í kvöld. Ég finna svona einhvern veginn, bara, þú veist, ég er búinn að vera svo spenntur yfir þessu. Það verður eitthvað hart í kvöld. En þú var samt áðan, varst mikið að hrósa laginu mínu, en það er þetta, ég er alveg búinn að lesa þig í þessari karaoke-keppni. Þú spilar inn á þennan dullu dreng sem þú ert, lítur út eins og bangsi og allir vilja faðma þig. Já, og gerir svo bara eitthvað grínteksta, eitthvað bull og rugl. Skapa bílinn. Eitthvað hérna fastu bíllinn upp á heiðinni. Á heiðinni. Já, eitthvað þvæla bull og kjaftaði. En viltu að hafa reglum við þurfum báðir að rappa í næstu viku? En má ég segja þér annað? Hvað? Ég samt sko, Má segja mig hvað sem er? Já, sko ég... Bara láttu að flagga? Já. Hvað viltu segja? Ég er að reyna að æla því út um þetta. Ég tók tíðarandan inn í þetta. Já. Þú veist að reyna að gera góða gleði. Ég líka, ég er búinn að tapa 2 í röð. Ég var að syngja um það, þetta var algjör tíðarandi hjá mér. Ég var að biðja hlustendur. Ég er að taka tíðarandan inn í þetta. Það er allir að tala um að snjórinn og þessi snjóþingli og svona sé svo leiðilegt. Þannig að ég tók, skilur, hrest og skemmtilegt lag og gerði svona gleði úr því, skilur. Ég byrjar að dilla með, sko. Þannig að fólk kemur til með að næstir að gefa bílinn og verður bara að skapa bílinn. Já. Og móka snjó. Skilur. Það mun bara... bílinn fastur. Þú veist, næstir að bílinn er fastur í okkur og þá kemur hann dansandi út úr bílinn. Já, þannig að þú ert í raun að hjálpa. Í spara lit. Þú ert people helping the people. Já, maður er að reyna það. Já, þannig er ég að tengja inn í lag sem kemur hérna á eftir en við ætlum að fá stuttar auglýsingar svo erum við að fara í splunkunýjan dagskrálið sem heitir Hverjir verða hvar. Þú ert með ógeðslega harðar gervörstuttar. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. Og þær eru að boxa sérstætt bergbrjósta. Þannig þær eru bara berróan með boxhanskana og eru bara að boxa. Sem er svona létt box. Er eitthvað sem þú ert ekki sátt við, Erla? Ykkur? Já. Magasín. Alla virka mótna á FM 957. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Það er magnaður miðvikudagur og þá er 50% afsláttur af öllu leigðu efni í sjónvarpi Símans. Smelt á vodtakkan á fjarstýringunni og veldu einhver af þeim 4000 titlum sem í boði eru. Magnaðir miðvikudagar með Símanum.
Skiptibókamarkaður landsins í Office One Skeifunni. Office One Skeifunni, opið allan sólarhringinn. Þú fær brakandi ferskan nonnabita á 2 stöðum. Hafnarstræti í Reykjavík og Bæjarlind í Kópavogi. Nonnabittir, best fyrir svanga. Pallbíladekk. Húsþjónusta BJB. BJB.is. Sportið á Vísi. Ferskar fréttir úr heimi íþrótta. Allt sem þú þarft að vita leið og leikir klárast. Glæsileg boltavakt í beinni útsendingu og allt sem þú vilt vita enska boltan. Taktu Vísi á hverju morgni. Meiri Vísir. Kórónakvöld á Glömbars á 50-dagskvöldið. Vinsæli drikkileikurinn Beer Pong og fleira fjör í boði. Sjóð heitur DJ. 5 í fötu á 1500. Kóróna og Glömbars. Klikkar ekki. Hreyfing, góðan daginn. Ég þarf að komast í geggjaform! Þá Club Fit, máli fyrir þig. Af hverju á ég að treysta þér? Farðu bara á hreyfing.is og fáðu frían pröfutíma. Þegiðu! Er frír pröfutími? Kíktu bara í hreyfingu. Ég geri það! How far would you go to take down a man that stole everything from you? Samfélm kynir Man on a Ledge. Mögnuð spennumynd með Sam Worthington og Ed Harris í aðalhlutverkum. I need you to believe me. Man on a Ledge. Heimsfrumsýnd á Íslandi 27. janúar. Já, þessi unga stúlka Birdie syngur akkurat það sem við Pétur erum að gera hér. People help the people. Við erum að reyna að hjálpa fólkinu í landinu að eiga þægilegri... Nei, hvað er að gerast? I got a hangover. Fyrir þetta það, hver syngur svona þegar hann er þunnur? I got a hangover. Þú veist, maður meira svona, veist, liggur upp í rúmi með allt slögt, en já, við erum að reyna að hjálpa fólkinu í landinu að létta fyrir þeim vinnudaginn eða ferðina heim. Vonandi gengur það ágætlega. Við þökkum ykkur fyrir hlustununa og ætlum að reyna að launa ykkur hérna með skemmtilegum þætti. Það er greinlegt að þarna talar maður sem er sigurvegari. Ja, þetta er svona, maður heyrir það. Ég er bara, mér þykir vænt hlustendur. Já, maður, sko, þú veist, maður heyrir þegar að sigurvegari talar og það er greinlegt að sigurvegari er hér á ferðinni. Ég bara óskar innlega til náðum. Já, takk. En það er eins og komið núna að sprungu nýjum dagskrárlið sem við Pétur að byrja með og hann heitir Hverjir verða hvar. Ég held að þekki flestir í svona blöðum eins og séð og heyrt og TVF og öðrum og þá eru svona dálkar sem heita Hverjir voru hvar. Þannig að þá getur þú séð hvar þessi og hinn voru að djamma þessa helgina. Hjálpa mér ekkert. Null, af því að þú hefði viljað vera með þeim. Ég vilja vita þetta fyrirfram, hvað þetta fólk ætlaði að vera. Þú veist kannski eitt stærsti toppu Marinos aðdáðandi landsins. Sérðu að hún var að djamma á Austur. Þú ekki þar. En hefur þú vita á henni þar, þá hefur þú kannski kíkt. Já, það hefur kannski kíkt á Austur. Hárrétt í öðruðin og við ákvaðum að taka þessi máli í okkar eigin hendur hér í FM 95 blöð. Hringja í, einhverja nokkra fræga einstaklinga og athuga hvar þeir ætla að vera helgina. Já, við byrjum þetta á 3 mönnum sem að, hafa oft og mörgur svona verið í þessum dál. Hverjir voru hvar? Það sem er best við þetta, að það er miðvikudagur. Einhverju kunna spyrja sig, hvað eru mennin að gera þetta á miðvikuti? Það er nefnilega fyrirvarinn sem er svo góður. Vita bara hvað þetta fólk verður núna í. Vita það núna á miðvikuti. Ég ætla að gera þetta og ég ætla að vera þarna. Þá hefur þú tíma til að skipulega fram í tíman ef þú ætlar að vera á sama stað og viðkomandi aðili. Já, við ætlum að ringja þetta í 3 menn sem eins og við segjum hafa reglulega verið í Hverjir voru hvar eða maður er oft séð á í þessum dálk og í dagskrárliðinum okkar dundurlundurlum Hverjir verða hvar. Já, frábært lag hér á ferðinni FM 9. Okkur kom þetta undir, þetta á koma hérna. Já. Er það Ásgeir Kolbeinsson, Cope Machine, Cope Father? Já. Voru það við ekki, Eganli? Hei. Þú ert komin í glæni að dagskrárlið hérna hjá okkur FM 95 blöð á miðvikutum. Pétur Jóhann Sigfússon heiti og Öddi blöðir hérna beint á móti mér. Og verður hjartanlega velkomin í dagskrárliðin Hverjir verða hvar? Hvað ætlar að gera helgina næstu sem er á leiðinni? Á skíði. Skíði? Wow, hvar finnum við? Hvaða brekku? Ég er ekki bara Bláfjöll núna, það er búin að loka öllu öðru. Ok, það eru Bláfjöllin, þannig að þú verður þar fyrir áhugasama. Já, ég ætla að vona það, sko. Ég bara verða að fara að komast á skíði, sko. En ég meina, þú ert ekki kórdrengur, þú ætlar á djammið. Hvar ætlar að djamma? Ég ætla ekki það til mig. Hvar verður þau Sauðölvar? Á skíði. Já, þú ert ekki að skíða til miðnættis. Hvar finnur fólk þig í glasi? Hefur aldrei farið á skíði? Cope Machine, ekki ljúga okkur. Hvar finnum við þig Peru Ölvan? Rosalega erfiðum það. Nei, reyndu bara að setja í spór mannesku sem að hugsa með sér. Mér langar að fara að djammi í kvöld, mér langar að hitta mann sem heitir Ásgeir Kolbeinsson.
mér langar að sjá hann. Ég hef aldrei séð hann. Hvar finn ég hann? Hvar finn ég hann? Ég held að þú vilja bara kíkja út með mig, það málið það? Já, Þú búin að einhverju janúar ömurlegu átaki, sko. En ef það eitthvað stúlkað úti eða strákur bara, hey, wow, hvað ætli The Cope Father verður þessa helgina? Finnur hann þið bara í Bláfjöllum eða einhver séns og verður á Austur? Gæti dottið í Hagkaup líka að vesla, eða víði. Hvaða Hagkaup? Skeifunni. Skeifunni, ok. Hverjir verða hvar? Ásgeir Kolbjörnsson verður í Bláfjöllum og í Hagkaup Skeifunni. Takk aðeins fyrir þetta, Ásgeir. Já, takk fyrir Galli. Leitar. Já, hress. Já, Kolbjörn er alltaf góður. Við tökum næsta. Já, er hann með svona hringing. Fjölnir Þorgeirs með hressandi hringingu. Elska þessa hringingu. Já. Er það Fjölnir Þorgeirsson Fjóð, the Fjóðman? Já. Þú ert í splunkunni dagskrárlið hjá FM 95 Blöð. Ég heiti Auðun Blöndal og Pétur Jón Sigfússon heitir hliðina á mér og verður velkomin í Hverjir verða hvar? Hvað gerum helgina? Ekki neitt. Hvar finnum við maður kællin? Er þið alveg mega hressi bara? Við erum ógæðislega hressir, enda engin ástæði til annars. En þú, ert þú ekki hress? Ég akkurat að skrúa einhverja heldur skabla í snjóskifur hérna. Ha? Ég að fara að játna hérna byggju. Þetta játna byggju, datt mér ekki í hug. Og hvað að játna byggjur alla helgina sem framöndan er? Nei, þetta maður ekki bara eitthvað slagur heima bara. Slagur heima, Fjölnir. Snjóslega eitthvað. Þetta er ekki það sem fólkið úti vill heyra. Ef það er einhver að úti sem vill heita Fjölnir Þorgeirs helgina, hvar var ég líklegast að rekast á þig? Ekki segja hesthúsin. Ég veit það ekki. Ég hugsi verið bara slagur heima, heldur góða mat og verið bara heima. Er hún að draga úr þér alla tennurnar hana? Það er ekki áramót núna, sko. Það er ekki flugvældasýningur. Og ég veit að það er ekki búið að fara neitt, en það er mjög líklegt að berast það. Það gerist kannski eitthvað bara óvænt. Það er að skemmtilega við þetta líf. Þannig að þú getur bjallað þá í okkur og við verðum með fréttir á því. Já. Herru, þú verður að láta maður vita að ég hringi á morgun og tjekka stöðuna. Þá verður kannski með eitthvað fyrir ykkur. Gott að heyra. Takk aðeins, Lefinur. Bye. Já, Fjölnir Þorgeirsson, hann verður líklega bara heima á þessum helgina. Já, þetta eru gríðarlega vonbrigði fyrir þá sem ætlaðu að hitta hann. Næst hringjum við í Jón Gunnar Gerdal. Hann hlýtur nú að vera einhver staðar á meðal fólksins. Það er mikilvægt líka fyrir menn í hans stöðu að láta sjá sig á meðal fólksins. Þú veist, er hann ekki allur í þessu public relations? Hann er allur í public relations, Jón Gunnar. Þannig að hann verður að taka það hlutverk alvarlega og láta sjá sig á meðal fólksins. Jón Gunnar. Jón Gunnar Gerdal. Takk. Almannatengill, hvað segir kallinn? Auðun Blöndal heiti ég og við hliðina á mér situr Pétur Jón Sigfússon og verður velkomin í Hverjir verða hvar? Hvað gerum helgina, Jón Gunnar Gerdal? Ekki neitt. Hvar verður kallinn? Bara heima, fylgir slagur að sinna föður ásinsluturkinu. Ekki vera að reyna að líta vel út. Þú ert hérna í beinni og allt í lagi með það. Don't bullshit þér. Hvar verður kallinn? Maður er ekki maður lóðrétt niður þessi og skoðast að drættur á sögurkvæki, sko. Maður er ekki fítið, sko. Hvar finnum við þig helgina? Í Salakverfunni, Kópavogi. Ok, hvað gutt sitt partí? Nei, alls ekki. Nei, ok. Jú, þetta er partí hjá mér og mínu, sko. Já, ok, þannig að fyrir áhugasaman úti sem voru að hugsa með sér og þess Public Relations Jón Gunnar Gerdal, það er ekki sens á að hitta þig? Ekki séns. Þú ert almannatengill. Það ráfum 101 yfir miðjan dag, kannski Londromat í brönds með familínu. Alla koma. Londromat í brönds. Londromat í brönds. Hvað daginn? Ekki parkett í enni og austur eða kaffi bara. Ok, á hvaða tíma og hvaða dag myndur þú sjá fyrir þér og verður á Londromat? Já, segjum laugardag. Laugardag á milli? Milli 9 og 2. Svona 11 og 2 kannski, svona einhverja fara á bílum. Londromat 11 og 2. Það er hægt að hitta JGG þess helgina. Takk aðeins fyrir þetta, Jón Gunnar. Verðum í bandi. Bæ. Herru, þar höfum við það. Það er erfitt að hitta á þessa mennum helgina. Þeir ætla allir að vera rosalega rólegir. Og við þurfum, kannski þurfum að finna einhverja 3 nýja í næstu viku í Hverjir verða hvar. En þetta er bara gott mál vegna þess að þá veit fólk bara, heyrðu, ok, þetta fólk er að fara að vera dálítið mikið heima. Þetta verður örugglega til þess að meiri hlutin af landánum verður bara heima helgina. Þú segir hvað, við erum sniður. Við erum alltaf að hugsa fólkið þarna úti. Já. Til þess þessi áttur. Þeim og vökup. Þið eru að hlusta hérna á FM 95 Blöð, á FM 957. Það er miðvikudagsinn til að Pétur Jón Sigfússon er hérna með mér. Búinn að vera mikið fjör hjá okkur í dag og verður mikið fjör næsta hálftíman. Við erum þá hálftíma eftir á vaktinni. Hálftíma eftir á vaktinni og við ætlum að fara hér í keppni aðra. Við erum keppandi. Við erum að fara í keppni hérna rétt og eftir, ekki alveg strax. Þetta er keppni sem við hefum keppt í áður. Þá hringjum við til útlanda og við erum svolítið að syngja í þættinum. Af því að við eigum að keppa við syngjum báður og hvor okkar endist lengur á línunni út í löndum. Já, út í löndum, syngjandi eitthvað íslensklag. Já, og við ætlum að syngja eftir Þó líði ár og öld. Já, við erum vel á þetta. En talandi stuð og fjör, og þá var nú ekki mikið stuð og fjör og framöndan hjá mönnunum sem voru í Hverjir verða hvar.
Ég datt út, hvað sagðirðu? Ég segi talandi stuð og fjör, það var nú ekki mikið stuð og fjör á mönnunum sem að lendu í hverjir verða hvar. Nei. Við hringdum í Ásgeir Kolbeinsson, Fjölnir Þorgeirsson og Jón Gunnar Geirdal. Og það er ekkert að frétta helgina. Nei, þetta var bara sorglegt. Já, þeir eru bara jafn lélegir á janúarblöð. Já, ég meina, þetta kannski hefur eitthvað með mánuðin og ástíðin að gera. Já, kannski voru allir þrír saman í einhverju partíi sem fór gjörsamlega böndunum og mennur reyna að haga sér. Já, það getur verið. En, já, við væntanlega höfum ekkert með það. Við erum bara með puttan á búlsinum, og menn ekki að fara að gera eitthvað, bara skiptir ekki máli. Já, en ekki gera eitthvað, það er hægt að hitta Jón Gunnar á Londramat og það er hægt að fara upp í Bláfjöll og sjá Kolbaran það, turnin. Þannig að það er alveg hægt að hitta þessa menn, það er erfiðar með Fjölni, fólk þarf að fara heim til hans eða ætlar að hitta hann. Já, eða eitthvað staðar í eitthvað hesthúsahverfi. Já, hvernig nenni því? Ekki ég. Nei, en við verðum grimmir í þessum dagskrárliði næstu viku, þá bara látum menn heyra að þeir þykjast ekki alltaf að gera neitt. Já. Svo getur líka vel verið þessi menn séu bara að ljúga að þeir vil ekki segja það í útvarpinu. Já, en það er bara ekki afsökun lengur. Nei. Nú þurfa menn bara... Svo er sullandi í því frá hátegi. Já, nú þurfa þessi menn bara að fara að koma til derana eins og þeir eru klæddir. Já. Og segja okkur hvað þeir eru að fara að gera næstu helgar. Það er nákvæmlega mali, út af það gengur þessi liður. Já. Svo að fólkið okkar geti hitt á. Já. Herðu, við ætlum að fara hérna núna í örstuttur auglýsingar og svo komum við með keppnina þess að við syngjum Þó líði ár og öld í símanum. Hringið til Bandaríkjanna og það er hvor okkar endist lengur á línunni hjá þessu liði. Í Bandaríkjónum. Nýtt lag. Þetta geti ég tekið næsta hérna. Í Bandaríkjónum. Þetta er að I got a hangover. Ég er þunnur. Stjörnufréttir, spjallviðs að þekktu og topptónlist. Svali á FM 957. Skelltu þér á Volcano boxmáltíð. Meðlæti og stórt gos á aðeins 999 krónur. Taco Bell. Nú eru hlöllabátastaðirnir orðnir 8. Ávallt ferskir í 25 ár. Hvað vilt þú láta binda þig? Hafðu frelsi til að velja og gerðu samanburð. Opin netskráning í alla hóptíma fyrir aðeins 2.990 á mánuði. Engin binding. Skráðu þig á reebokfitness.is. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleggjum á 1890 kall. Castello.is. Hér er ein ástæða mörgum fyrir því að kaupa bíl hjá Toyota betri notuðum bílum. Tökum gamla bílinn upp í. Svo einfalt er það. Toyota betri notaðir bílar. Hefurðu smakkað gæsaborgara? Komdu á fabrikuna og smakkaðu Heiðar. Hann er ómótstæðilegur. Hamborgarafabrikan. Seinni undanúrslitaleikurinn í enska deildabikarnum. Liverpool Manchester City í kvöld klukkan 19:35 og Liverpool Manchester United á laugardaginn. Þú kaupir áskrift núna og við opnum strax. Þú greiðir aðeins 4. af janúar með febrúar áskrift. Skelltu núna inn á stöð2.is eða hringdu í síma 512 5100. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Pítupartí á Pítunni. FM 95 Blö er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerol slættir úr körulunum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Þetta er eitthvað sem að sumið mættu aðtuga, turn the table. Turn the table around, son, snúðu borðinu við. Þetta er söngkonan Adele, sennilega besta söngkona í heimi í dag, eða ekki? Það eru 2 hliðar á öllum málum. Snúðu borðinu við. Já, akkurat. Snúðu penning og skessi, snúðu við. Herru, við getum kynnt að hér nú að við erum búin að fá að staðfesta borgarstjóri Reykjavíkur verður hérna hjá okkur eftir 1 viku, Pétur. Borgarstjóri Reykjavíkur? Jón Gunnar, við vorum að fá þar upplýsingar á tölvupósti að hann mætir hérna eftir 1 viku. Við ætlum að reyna að fá hann í dag. Hann er staðfestur næsta miðvikudag, þannig að fylgist vel með því. Já, og ég kem til með að fylgjast með því. Já, en það verður við hérna. Já, alveg rétt. En það er komið að keppni. Keppni við. Já. Þetta er eitthvað, ég veistu það, ég held að ég var að fatta það bara, þetta er bara einhvern veginn þegar maður er í kringum því á, verður maður að keppi einhvern. Nei, þetta er endar hugmynd frá þér, sko. Já. Þannig að þú viltu meina að keppniskapi komur upp og þú finnir einhverja keppnir? Já, mér bara langar alltaf eitthvað að keppa við. Herra, ok, við ætlum að ringja núna til útlanda. Ég ætla að ringja fyrir þig á Hilton Hotelið í New York. Og þú átt að syngja Þó líði ár og öld fyrir þann sem svarar og aðtuga hvað það endist lengi á línunni. Og ég má ekki segja neitt annað. Ég má ekki segja hello. Nei. This is Peter Johan. Jú, þú mátt byrja því. Peter Johan, calling from Iceland City, Reykjavík City. Og eitthvað? Ég má það.
Já, þú maður ekki segja að þetta hringir frá Íslandi, þú mátt segja að þú heitir Pétur Jóhann. Það fattar þetta sé eitthvað joke, held ég. Hello, this is Peter Johan. Ég þarf að segja það töff, sko. Ég ætla að loka hérna, halla hurðinni, þú veist að... Já. Annars er allir svo reiðir hérna Reykjavík síðdegisgæðinir og... Já. Reykjavík síðdegisgæðinir, maður. Hvað allir þeir segja að gera? Við erum að hringja í þá líka. Hvað eru þeir að gera? Nei, joke. Please press 1 now. For all of your calls, press 0 and the hotel operator Bíðum bara inn á línunni. Thank you. Herjá, ég þarf að taka tímana. Hello, this... Látið á skellir. Hello. Please hold. Yeah. Please hold. Yeah, I'm holding. I'm holding up. 92 years. Peter Joe here. Well, hello, this is Peter Joe here. Á ég að tala svona? Well, hello, girl. This is Peter Joe here. Þó líði eld. Á ég syngja með svona enskum hreim. Þetta datt út. Hello. Nó, þetta datt út. Hvað er að gerast hérna? Þetta minnir mig á hérna fermingaveislu sem að ég var í daginn. Þar datt einn út. En það var öðruvísi samt. Hann satt út á svölum og það var svona kyrrt og gott veður. Þetta var reyndar ekki, þetta var á síðasta ári, svona einhvern tímann í april. Svona sagði mér veður. Hello. Please press 1 now. For all of your calls, please 0 and the hotel operator will assist you. Thank you. Okay, ítur á 0? Nei. Það kom bara svo bara í gegn, sko. Please hold. Please hold. Yeah. Built in worldwide in its 10 distinct brands. And you can start earning things that you... Þetta kom ekki. Já, góðan daginn. Ég vissi ekki að ég væri með svona kynasandi rödd. Nei, þetta dettur bara alltaf út. Óbáslega þetta pirrandi maður. Þetta er versta útvarp í heimi, það þurfum maður að hringja svona. Samt auðvitað, þetta er sko vannmetið. Svona útvarpsefni er vannmetið. Svona sónar. Þetta finnst mér gott útvarpsefni. Og líka, þú veist, waiting for an operator. Press 1. Það er gott. Fólk er alltaf að horfa á neikvæða hlutin og mér finnst þetta bara gott. Bara gaman að þessu. Það er margt verra heldur en... Nú erum við að hold, nú er þetta hennast. Ok, nú... Já, gott lag í gangi. Hello. Thank you for calling our reservation office. Yeah, no problem. For your call to the appropriate representative, please select from the following options. To make a new reservation, press 1. If you have an existing reservation, press 2. For hotel information, such as address, telephone number, services and amenities, press 3. For all other inquiries, press 4. To speak with a customer service representative, please press 0. Sjáðu, svo segir hún ekki til lokin hold the line eða eitthvað. Nei, segir það. I'm sorry, I did not understand your selection. To make a new reservation, press 1. Hvað, skilt hún ekki? Ég gerði ekki neitt selection. Press 2. Þetta er nefnilega, ok, ef að fyrir þá sem eru að núti. Telephone number, services and amenities, and room rate. Það er allt í abaskitinu. For all other inquiries, þú ert ekki rosa klár á... Þú ert ekki rosa klár á græðinu. Já, ok, þá ringi hitt hotelli, byrju. Já, þeir eru með stilt á FM 95 blöð, klukkan er, rétt að detta, nei, hún er 17:42, sem þýðir á, svona íslensku, 18 mínútur í 6. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og hef heitið það frá því að ég var skýrður eitthvað í kringum 1972. Ég er að fara að vera 40 á næsta ári maður. Það er sorglegt. Mér líður eins og bara... Byrja núna. Yeah, hello. My name is Peter Johan. Hi, who am I speaking to? My name is Dave, sir. Dave? Okay, nice. I was wondering one thing, Dave. Þú líði áröld ást mín ætíð ætluð þér. Þó geymir þú í heimsins glögg öllum mig. Ég elska þig. Dave? Yes. Yeah. Did you hear this song? Yes, sir. Þó líði, sing with me. I'm so sorry, sir. I have to go. This is a hotel number, so this is a business line. I'm so sorry. I have to go. Sing with me, Dave. I'm so sorry. I don't know the song, sir. I'm so sorry. Dave. I have to go. This. Yes. Dave, sing. Tholi the Let me hear it, Dave. That ást mín ætíð ætluð
þér. En búin að leggja á. Hello? Dave? Yes, I'm so sorry, sir. I have to go. This is a business phone, sir. This is a... Þá gleymir þú heimsins gleym öllum mig. Dave! Ég elska þig. Ok, hann farinn? Hann farinn. Dave, are you gone? Dave, are you there? Hann er farinn. Þú varst í 56 sekundur. 56 sekundur? Já, við ætlum að fá hérna eitt lag, menn ég undirbý hitt. FM95 blöð, já, rétt er það, ég heiti Pétur Jón Sigfússon. Auðun Blöndal er akkurat í þessum töluðu orðum með símtólið á eyranu, hann er að hringja erlendis. Við erum hér í keppni eins og vanalega, ég er búinn að keppa og keppnin gengur út á það að hringja til útlanda og það má bara, við þurfum að syngja hérna bút úr laginu með honum Björgvini Halldórsinni, Þó líði ár og öld. Ég er búinn og ég náði 56 sekúndum, ef ég man rétt. Já, þú varst með 56 sekundur og nú er ég að hringja, sko. Og ég reyndar, þú veist, ég veit ekki hvort að ég svindlaði, þú veist, ég talaði náttúrulega eins, sko, ég sagði, eins og heyrðir, ég spjallaði nú aðeins við mannin, sko. Ok, sko, nú... Tæknilega séð á þetta nú bara að byrja að syngja strax. Nú áttu að vera þetta, sko. Ok, nú áttu að vera... Ég held að ég er búinn að fara alla réttu leið núna. Líkar vel við þau, veit. Thank you so much for calling reservation. Hi, my name is Julia. How may I help you? Julia, hi, my name is Auri. And is this the Hilton Hotel? Yes, this is Hilton, New York at 1335 Avenue of the Americas. How may I help you? Okay, nice. Then I'm at the right place. Þó líði ár og öld ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymið þú í heimsins glaum öllum mig. Ég elska þig. Are you there? How may I help? Yes. What's your name? Oh, my name is Julia. Julia? Alltaf ég þrái heitt, þó líði ár í heiminum getur eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld ást mín ætíð ætluð þér, Julia. Hello? Ástu mín ætluð þér í öllum heimsins glaum, öllum mig, Julia. How may I help you, sir? Svo flykkjast árin að og allt breytt í minningu. Julia? Yes? Can you sing with me? No, I cannot sing. Try this. Þó líði ár og öld. Can you say just that? No. Then I'll book Are you trying to make a reservation, sir? Yeah, I want to book a suite. Okay. When is your arrival date? Tomorrow. But only if you sing. I cannot sing. Can you try just singing Þó líði ár og öld? Can you try it? No. No? Please, hjálpaðu mig, Peter. This is my friend Peter. He's also gonna order a room. Yeah, please sing for us. Þó líði ár og öld. Is ást mín ætluð What's that song? It's a folk song here. Do you know Bo Halldórs? Where are you from? Iceland. We are calling from Iceland. Yeah. Where are you from, Julia? Don't you know? What? United States? That's a beautiful country. Yeah. We love America. Yeah. Mhm. So let's sing together. I cannot sing that. Just this one line. Þó líði ár og öld. Ást mín ætíð ætluð þér. Okay. One time. Can you do it? No. Please, Julie. Then we'll book a suite. Yeah. Me, Julie. My girl, Jule. Julia Julia. Julia. Julie. Mhm. Yes. Hey,
Við erum ekki bara, við erum bara að skella hana. Ok, bye. Thank you. Herðu, þetta var skelvileg keppni, Pétur. Þetta var ekki skelvileg keppni. Þú vannst hana, ógeðið. Nei, þetta var svo dapurt, Pétur. Það er rosalegt. Hvað meinarðu? Það er bara virkar þannig að sá sem er nær að halda fólki lengur á línunni og svona með því að syngja. Já, þó að sé hundleiðilegt símtal. Nei, hvað? Mér leið bara illa. Þetta var svo dapurt. Alveg sama. Þetta er bara svona heldur þú sé alltaf gaman? Heldur að lífið sé bara gaman daginn út og daginn inn? Nei. Svona virkar lífið maður. Það er bara stundum upp og niður. Ekkert alltaf gaman. Ég fekk svona óþægindasvita við þetta símtal. Já, það er að því að þú bara varst búin að klúra tæknimálum ekki eftir þessu símtali. Það var frábært símtal. Aldrei láta neitt segja það neitt annað. Nú getur þú valið 8 tegundir af hambúrgurum. Hlöllabátar, ávallt ferskir. Office One, stærsti skiptibókamarkaður landsins. Bátur mánaðarins á Nonnabita. Karribátur og gos á 1090 krónur. Nonnabiti, best fyrir svanga. Það er svo margt sem batnar þegar við gerum hlutina saman. Við lærum eitthvað nýtt, miðlum af reynslunni og byggjum á styrk beggja. Íslandsbanki og Byr fagna 9 ári í sameiningu og við hlökkum til að gera góða þjónustu en betri. Íslandsbanki. Korónakvöld á Glömbar á 50-dagskvöldi. Vinsæli drykkjuleikurinn Beer Pong og fleira fjör í boði. Sjóð heitur DJ. 5 í fötu á 1500. Korona og Glömbar. Klikkar ekki. Pítupartí á Pítunni. FM 95 Blö er í boði. Auðvelt, fljótlegt og alltaf opið. Kredia.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóta. FM 95 Blö á FM 95. Það er rétt FM 95 Blö á FM 957 en ekki mikið lengur klukkan eða verða 6. Þannig vantar 5 mínútur í við. Pétur búin að vera hérna síðan 4 í dag. Já. Og já, mikið stuð. Við höfum farið í karaoke-keppnina með nýjan dagskrálið sem heitir Hverjir verða hvar. Við fórum þetta í keppni hérna áðan sem að, já, var alveg skelfileg og þarf að hugsa aðeins betur, Pétur. Já. Ertu ekki sammála því? Jó, við þurfum aðeins að hugsa það betur. Já, mér leið bara einhvern veginn illa í símtælinu. Já, það er ástæðalaust. Já. Ég meina þetta virkar þannig, þú veist, keppnin gengur út á að reyna að halda fólki eins lengi á línunum og hægtir. Já, það er alveg rétt. Það er mjög, ég meina, þú þarft að reyna að vera leiðindlegur til að láta leggja snögglega á þig. Já. Og þú veist, þetta bara liggur í augum uppi. Já, ég var líka bara að syngja lagi vitlaust og eitthvað. Nei, þú söngst ekkert vitlaust. Já, ok, það er alltaf þægilegt að hafa... Akkur þetta draga svona úr sjálfur. Alltaf þægilegt að hafa Pétur með sér, hann er svo jákvæður og upplyftandi. Það er nöðsælegt, sko. Herðu, hvað að gera í kvöld? Í kvöld er hvaða dag? Það er miðvikudagur í dag. Miðvikudagur, hann ætla bara að greisa nót á mig og Kalli Benson. Það er svona þar út með nýfætt barn. Já, Kalli Benson, mikið spakalega er gaman að því maður. Já. Veistu það, þessi maður er kraftaverkamaður. Já, Kalli er alveg með. Hann er ekki með neina lítalækningar en maðurinn er að framkvæma þannig aðgerðir á þessu liði. Þetta er allt í kaffinásti, sko. Þetta er ekkit kaffineitt. Nei. Maðurinn er bara í guð... Er hann búinn að ná rosa breytingum? Ég hef ekki hort á það. Já, síðasta verkefni mér list ekkert á blíkuna, sko. Ég hugsaði með mér. Ég ætla að vona hún sé ekki alveg stamma. Ég hugsaði með mér, þetta verður vesen, maður. Hann har ekki verið að þessu er ekki við... Nei, ok, ég tek þetta aftur. Ég ætla að segja að þessu er ekki viðbjargandi. En nei, ég meina það leiti ekki, þú veist, þetta var erfitt, sko. Já. En wow, hvað hann... Gæinn bara, þetta var rosaleg. Ég hef aldrei séð jafn svakalega flotta breytingum. Og hvað er að gerast á Grey's Anatomy? Allir að deyja eða fólk að slasa sig? Fólk að slasa sig. Og læknar að sofa hjá læknum? Já, allir með öllum og svona. Það er bara, kemur ekkert á óvart þar. Nei, maður er fann að það er búið að vera svo margir svona sjúkrahúsþættir sem allir eru með öllum. Maður er fann að halda þetta sé svona á sjúkrahúsum borgarinn. Já, mér finnst alltaf best reyndar í lokin á þáttunum þegar, þú veist, kemur röddinn þarna, sko. Þú veist, einhver kona svona, ekki einhver kona, hún hérna, aðleikonan, tala svona yfir, sko. Sometimes when you think your life is beginning, it's really over. Eða eitthvað svona bull. Já. Ég verð ekki heilt svona eitthvað. Svona eins og Jerry Springer, svona eitthvað final thought. Já. Já, það er mjög þægilegt í þáttum. Svona þegar þú varst síst von á því, þá
þá bankar eitthvað á hurðinni hjá þér og þú hugsar, ég glemdi að borða á morgun. Eitthvað svona kjaftaði. Ég skil. Veistu hvað ég er að tala um? Mér finnst það samt skemmtilegast. Já, þetta búið að vera þáttun F9 í blöð. Við kveðjum að sinni, við hvetjum ykkur til að hlusta á morgun frá 4-6. Þá verður Hjörvar Hafliðarsson með mér. Við verðum með góðan gest og fleira. Brjátbreki jafnvel lætur heyri í sér og fastiliðir Tuðþóttnið og... Ég veist Brjátbreki skemmtilegur. Já, Brjátbreki alveg með þetta. Við viljum enda þetta á All Immersed með Heart Skips a Beat. Takk kærlega fyrir hlustunni í dag og takk fyrir atkvæðin í karaoke-keppninni. Og bara takk fyrir samveruna með þér, Öddi. Sömuleiðis, vinur. Þetta er rugl.